Fimmti fundur á kirkjuþingi er settur. Fyrir er tekið fyrsta mál til síðari umræðu, nefndarálit 54, þingsályktunartillaga númer 55, til máls tekur framsögumaður Guðrún Karls Helgadóttir. Forseti, ég les hér þingsályktun við skýrslu kirkjuráðs frá allsherjarnefnd. Kirkjuþing þakkar fyrir, Ég les hér nefndarálit frá allsherjarnefnd. Allsherjarnefnd 2019 hefur fjallað skýrslu kirkjuráðs og fylgigögn ásamt ávörpum við upphaf kirkjuþings. Nefndin þakkar þeim sem ávörpuðu kirkjuþing við þingsetningu í Háteigskirkju. Drífa Hjartardóttir, forseti kirkjuþings, talaði það sem framundan væri hjá þjóðkirkjunni, einfaldað lagaumhverfi, meiri aðgreiningu frá ríkisvaldinu, aukið sjálfstæði og ábyrgð á sínum innri málum, með nýjum viðbótarsamningi kirkju og ríkis. Framundan er þó áframhaldandi samtal við ríkið leiðréttingu sóknargjalda og fagnaði hún því stofnun sóknarsambands. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir talaði að kirkjan yrði að læra af mistökum sínum en standa samt fast á grunngildunum. Hún minntist einnig á að með nýjum viðbótarsamningi bæri þjóðkirkjan nú ábyrgð á eigin rekstri og þyrfti að axla ábyrgð á framkvæmd samningsins. Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands, minnti á 62. grein stjórnarskrár lýðveldis Íslands, en það gerðu einnig forseti og dómsmálaráðherra. Þar er kveðið á að ríkisvaldinu beri að styðja og vernda þjóðkirkjuna. Biskup sagði að með viðbótarsamningi kirkju og ríkis væru nýir tímar framundan. Hún minnti á hjálparstarf kirkjunar sem á 50 ára afmæli á næsta ári. Hún kom inn á mikilvægi fjölskylduþjónustu kirkjunar, endurmenntun presta í sálgæslu og tónskóla þjóðkirkjunar. Þá gerði hún umhverfisstefnu kirkjunar einnig að umræðuefni. Allsherjarnefnd þakkar ítarlega og góða skýrslu kirkjuráðs. Nefndin leggur til að máli verði samþykkt með ályktun á þingskjali 55. Þingsályktun við skýrslu kirkjuráðs frá allsherjarnefnd. Kirkjuþing þakkar fyrir að upplýsinga- og kynningamál voru tekin föstum tökum eins og kirkjuþing 2018 ályktaði. Kirkjuþing þakkar skírnarnefnd hennar störf og leggur til að hún haldi áfram vinnu sinni og kynni söfnuðum tillögur sínar. Kirkjuþing áréttar að fari verði eftir ályktun kirkjuþings árið 2017 hlutdeild unga fólksins í kirkjustarfi og stjórn og ályktun sama þings að jöfn hlutföll kynja skuli ávallt vera í öllum stjórnum, nefndum og ráðum á vegum þjóðkirkjunar. Kirkjuþing hvetur til að hið góða og mikilvæga starf fjölskylduþjónustu kirkjuna verði kynnt betur fyrir söfnuðum landsins. Kirkjuþing minnir á mikilvægi þess að vanda verði til verka við skipulagsbreytingar vegna viðbótarsamnings kirkju og ríkis, fyllsta samráðs og gagnsæis verði gætt í hvívetna. Og ég ætla aðeins að segja ykkur frá umræðum allsherjarnefndar skýrslu kirkjuráðs með leyfi forseta. Allsherjarnefnd var afar sátt við skýrslu kirkjuráðs, svo það komi fram, meðal annars vegna þess að í skýrslunni þá er rakin framvinda mála og það einmitt það sem að ályktað var á síðasta þingi að yrði gert. Og auk þess þá var tekið mark á öllum ályktunum frá, í fyrsta máli frá kirkjuþingi í fyrra.
á þinginu 2017 og það eru við afar sátt við. Allsherjarnefnd fór aðeins yfir skipanir í nefndir og ráð á vegum kirkjuþings sem eru nýjar tiltölulega frá því í júní og það er afar mikill misbrestur á að þar sé farið eftir ályktun kirkjuþings varðandi jafnréttismál, þar að segja að bæði kynin hafi jafna hlutdeild í þessu. Auk ályktunum varðar hlutdeild unga fólksins í nefndum og ráðum og það er náttúrulega það sem við þurfum öll að taka okkur á í. Kirkjuþingið, sóknarnefndir og við öll og því er þessi ályktun með hér inni. Þá er orðið gefið laust þingsályktun á fyrsta máli, þingskjali 55. Eitthvað sem hefur hvatt sér hljóðs? Svo er ekki, þá ber ég þingsályktunin upp. Þeir sem geta samþykkt hana gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, hún er samþykkt samhljóða. Já. Fyrir tekið annað mál á þingskjali 56. Það er nefndarálit við skýrslu fjármál þjóðkirkjunnar frá fjárhagsnefnd, framsögumaður Gísli Jónasson og hann flytur líka þingsályktun fjármál þjóðkirkjunnar á þingskjali 57 og tekur hann út í máls. Forseti. Já, ég flyt þá þingsályktun fjármál þjóðkirkjunnar fyrir hönd fjárhagsnefndar. Þar sem að segir kirkjuþing 2019 samþykkir endurskoða ársreikninga þjóðkirkjunnar og kristnisjóðs fyrir árið 2018. Og í nefndaráliti segir fjárhagsnefnd kirkjuþings hefur farið yfir ársreikning þjóðkirkjunnar 06701 fyrir árið 2018 frá fjársýslu ríkisins eins og hann er birtur í ríkisreikningi og leggur til að hann verði samþykktur. Fjárhagsnefnd hefur einnig farið yfir endurskoðan ársreikning kristnisjóðs og leggur til að hann verði samþykktur. Endurskoðun ársreikninga jöfnunarsjóðs og kirkjumálasjóðs er ekki lokið og því ekki hægt að taka afstöðu til þeirra. Fjárhagsnefnd mun taka þá til skoðunar þegar þeir liggja fyrir. Fjárhagsnefnd hefur kynnt sér fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar fyrir árið 2020. Það er kannski ekkit miklu við þetta að bæta en að bara nefna það kannski hér að við erum auðvitað ákveðnum tímamótum. Við erum ennþá inn í gamla fjármálaumhverfinu en erum að fara inn í nýtt umhverfi sem er ekki búið að kortleggja nema litlu leyti. En eins og aðstæður í dag er náttúrulega ekki hægt að gera annað heldur en að fylgja þeim reglum sem verið hafa vegna óviðráðanlegra orsaka og það er nú ekki fyrsta skipti því miður, þá er ekki allir reikningar fyrirliggjandi endurskoðaðir. En það hefur þá verið venjan að taka þá fyrir á framhaldsþingi þegar þeir vonandi liggja þá fyrir. Og fjárhagsáætlun er þá í síðasta sinn núna afgreidd með þessum hætti. Það er náttúrulega, hún var til skoðunar en hún verður ekki frágengin fyrir samkvæmt venju hefur það verið á desemberfundi kirkjuráðs. Þannig að þetta er nú allt svona bara sýnist okkur í ágæti skorðum. Hvað fjármálin varðar þá hefur það náttúrulega verið rætt hér að þau eru svona alveg í járnum á margan hátt.
sérstaklega rekstur kirkjumálasjóðs og fjárhagsáætlunin svona eins og hér var náttúrulega kynnt í fyrstu umræðu. Hún lögð fram til þess að reyna að ná jöfnuði og að því að sjálfsögðu stefnt en það ekki búið að ljúka þeirri vinnu að fullu og vonandi höfum við í desember betri upplýsingar því það voðalega erfitt að smíða endanlega fjárhagsáætlun þegar tekjuliðurinn ekki einu sinni klár eins og ekki núna því að við höfum ekki tölurnar ennþá fyrir næsta ár. Takk. Já, fyrirgefðu. Framsögumaður hefur lokið máli sínu og gef ég þá orði laust. Eitthvað sem vill ræða annað mál á þingskjali 56. Svo enginn hefur hvatt sér hljóðs. Svo síðari umræðu þá lokið. Og ég ber þá upp þingsályktunar tillöguna við annað mál, þingskjali 57. Þeir sem geta fjármál þjóðkirkjunnar, þeir sem geta samþykkt að gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur að móti að samþykkt samhljóða. Fyrir tekið þriðja mál á þingskjali 45, þar nefndarálykt við tillögum að starfsreglum með breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum flutt af löggjafarnefnd og framsögumaður Arna Grétarsdóttir. Forseti, ég flyt nefndarálit við tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026 frá árinu 2007 með síðari breytingum. Nefndin hefur fjallað málið og fram kemur í málinu að í hinu nýja Breiðholtsprestakalli þjóni sóknarprestur og 2 prestar. Embætti sóknarprests núverandi Breiðholtsprestakalls hefur verið auglýst laust til umsóknar með fyrirvara breytingu á því embætti prests í sameinuðu prestakalli. Fram kom í máli framsögumanns að prestaköllin hafi hríð starfað mikið saman og eru sóknarnefndarar og aðrar sem starfa í kirkjunni á einu máli að sameining þessara prestakalla verði til mikilla hagsbóta fyrir kirkjustarf prestakallana. Í hinu nýja Breiðholtsprestakalli munu þjóna sóknarprestur og 2 prestar. Í fylgiskjali með málum sameiningu prestakalla kemur fram að biskupafundur hefur frá kirkjuþingi 2018 unnið að áframhaldandi tillögugerð sameiningu prestakalla. Hvað varðar gildistöku sameiningar tillagnana almennt verður yfirleitt miðað við lok skipunartíma presta eða eftir nánara samkomulagi. Fyrir liggur í málinu fylgiskjal með upplýsingum kostnað við sameiningatillögurnar en sameining ofangreindra prestakalla kostar 4.640.970 krónur á ári. Það laun og annar tengdur kostnaður. Nefndin telur að ekki verði hjá því komist að fari verði í almenna hagræðingu með það að leiðarljósi að kostnaði þjóðkirkjunnar vegna þessara breytinga verði haldið í lágmarki. Löggjafarnefnd leggur til að málið á þingskjali 3 verði samþykkt óbreytt. Orðið laust þriðja mál. Þetta síðari umræða. Enginn hefur hvatt sér hljóðs. Svo þá lagt fyrir þingið þriðja mál á þingskjali 3
Tillaga á starfsreglum með breyting á starfsreglum með skipulag kirkjunnar í héraði, númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhverja móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 7. mál á þingskjali 46, það er nefndarálit við tillögu á starfsreglum með breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum, flutt af löggjafarnefnd og framsögumaður Skúli Ólafsson og tekur hann út til máls. Forseti. Já, löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 6 verði samþykkt óbreytt, sem sagt að heiti Garða og Hvalfjarðarstranda prestakall í Vesturlands prófastsdæmi verði Garða og Saurbæjar prestakall. Þá er 7. mál til síðari umræðu. Enginn hefur hvatt sér hljóðs, svo umræðu er lokið og ber ég þá upp 7. mál á þingskjali 6, þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhverja móti, það er samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 7. mál á þingskjali 65 og það er nefndarálit við tillögu að starfsreglum með breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði, númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum, flutt af löggjafarnefnd og framsögumaður er Hildur Inga Rúnarsdóttir og tekur hún út til máls. Þú getur lesið af hjá mér hérna. Ég flyt nefndarálit við tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði, númer 1026 frá árinu 2007 með síðari breytingum. Nefndin hefur fjallað málið á þingskjali 7 og leggur til að það verði samþykkt óbreytt. Í máli þessu er lagt til að Flateyjarsókn í Breiðafjarðar- og Strandaprestakalli, Vestfjarðaprófastsdæmi, tilheyri Stykkishólmsprestakalli í Vesturlandsprófastsdæmi. Í ódagsettu bréfi frá Gunnari Sveinssyni fyrir hönd sóknarnefndar Flateyjarsóknar, þar sem fjallað er tilvonandi sameiningu Reykhólaprestakalls og Hólmavíkurprestakalla, segir að það sé vilji sóknarbarna Flateyjarkirkju og sóknarnefndar í Flateyjarsókn að óska eftir tilflutningi Flateyjarsóknar yfir til Stykkishólmssóknar. Undir þetta skrifa allir nefndarmenn. Þá er orðið gefið laust 7. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs, svo síðari umræðu er þá lokið og þá er lagt til að 7. mál verði tillaga að starfsreglingum breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði, númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum, verði lagt hér til samþyktar. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhverja móti, það er samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 8. mál á þingskjali 47, nefndarálit við starfsreglur breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum, flutt af löggjafarnefnd og framsögumaður er Hreiðar Örn Sóeka Stefánsson og tekur hann út til máls. Forseti, eins og áður komið fram flyt ég hér nefndarálit frá löggjafarnefnd varðandi 8. mál.
sem tengir breyting á starfsreglum skipulagi héraði númer 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Breytingi fjallar að Skarðsókn, Breiðafjarðar og Strandaprestakall í Vestfjarðaprófasdæmi tilheyri Dalaprestakalli í Vesturlandsprófasdæmi. Í málinu var lögð fram fylgiskjal samþykkt héraðsfundar Vestfjarðaprófasdæmis þar sem kemur fram að héraðsfundur prófasdæmisins haldinn á Reykhólum 8. september 2019 samþykkir beiðni og samþykkt aðalsafnaðar fundar Skarðsóknar að viðkomandi sókn sem nú í Breiðafjarðar og Strandaprestakalli flytjist yfir í Dalaprestakall en Skarðsókn tilheyri því prestakalli áður. Nefndin fjallaði málið og leggur því til að það verði samþykkt óbreytt. Orðið gefið laust 8. mál. Þá síðari umræðu lokið því enginn hefur kvatt sér hljóðs og þeir sem geta samþykkt 8. mál á þingskjali 8. Ég ekkert að lesa formólan alltaf, þið viti hvað verið að ræða. Þannig þeir sem geta samþykkt 8. mál á þingskjali 8 gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur að móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 10. mál á þingskjali 50 til síðari umræðu, það nefndarálit, tillögu á starfsreglum breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði, númer 1026 frá 2007, með síðari breytingum, það frá löggjafarnefnd og framsögumaður Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og tekur hún út til máls. Nefndarálit við tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði, númer 1026 frá 2007, með síðari breytingum. Nefndin hefur fjallað málið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt eins og það birtist á þingskjali 10. Tillagan fjallar að Súðavíkursókn, Vatnsfjarðarsókn og Ögursókn sameinist. Heiti hinna nýju sóknar verður Súðavíkursókn. Fram kemur í fylgiskjali með málinu að á héraðsfundi Vestfjarðaprófasdæmis sem haldinn var á Reykhólum 8. september 2019 var samþykkt að sameina Ögursókn, Vatnsfjarðarsókn og Súðavíkursókn í eina sókn og skuli hin nýja sókn heita Súðavíkursókn. Fyrir liggur samþykki aðalfunda viðkomandi sókna sem allar eru í Bolungarvíkur prestakalli. Orðið gefið laust 10. mál í síðan hefur kvatt sér hljóðs og síðari umræðu þá lokið. Þeir sem geta samþykkt 10. mál á þingskjali 10 gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur að móti, það er samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 15. mál á þingskjali 41 til síðari umræðu og það er nefndarálit við tillögu til þingsályktunar mótun stefnu þjóðkirkjunnar í málefnum fólks á flótta, hælisleitenda og innflytjenda frá allsherjarnefnd og framsögumaður Margrét Eggertsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt nefndarálit við tillögu til þingsályktunar mótun stefnu þjóðkirkjunnar í málefnum fólks á flótta, hælisleitenda og innflytjenda. Nefndin hefur fjallað málið og leggur til að það verði samþykkt með breytingatillögu á þingskjali 42. Allsherjarnefnd telur nægilegt að starfshópurinn sé skipaður 3 einstaklingum enda sé það almenna reglan varðandi nefndaskipan. Kirkjuþing 2019 samþykkir að skipaður verði 3 manna starfshópur til að móta stefnu og verklagsreglu þjóðkirkjunnar í málefnum hælisleitanda, fólks á flótta og innflytjenda. Biskup Íslands skipi starfshópinn, nefndin skili tillögum sínum á framhaldsþinginu í mars næstkomandi. Breytingatillegan hún þannig: í stað orðanna 5 manna starfshópur kemur 3 manna starfshópur. Orðið 15. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs en það
ber upp breytingatillöguna. Í stað orðsins 5 kemur orðið 3, vilja menn ræða það? Svo er ekki, þannig þá ber ég breytingatillöguna upp þeir sem að geta samþykkt hana, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti. Breytingatillögan er samþykkt samhljóða og þá ber ég 15. mál upp með áorðnum breytingum. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 16. mál til síðari umræðu. Það er nefndarálit við tillögu til þingsályktunar að þjóðkirkjan sækjum fulla aðild að samtökum evangelískra kirkna í Evrópu. Það er frá allsherjarnefnd og framsögumaður er Guðbjörg Arnardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunar að þjóðkirkjan sæki fulla aðild að samtökum evangelískra kirkna í Evrópu, GEKE-CPCE frá allsherjarnefnd. Nefndin hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 16 verði samþykkt óbreytt og undir þetta rita allir nefndarmenn. Orðið gefur laust 16. mál til síðar umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og síðari umræðu er lokið. Lagt er til að 16. mál verði samþykkt óbreytt. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 17. mál á þingskjali 48. Það er nefndarálit við tillögu til þingsályktunar jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar. Flutt af löggjafarnefnd og framsögumaður er Bryndís Malla Elídóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt nefndarálit við tillögu til þingsályktunar jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar. Nefndin hefur fjallað málið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt. Nefndin leggur áherslu á að unnið verði áfram með stefnuna þannig að tekið verði á jafnrétti á víðari grundvelli en nú er. Og undir nefndarálitið rita allir í löggjafarnefnd. Orðið gefur laust 17. mál á þingskjali 48. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir. Forseti, í tengslu við þetta mál þá langar mig til þess að minna okkur á það að þegar við komum hingað í pontu með málin og skjölin okkar og þá erum við að þjóna blindu með því að lesa textan sem stendur þar. Bara mér langar til þess að við höfum það í huga að nánast í hverju skrefi sem við erum að taka þá þurfum við að hafa þetta sem að við bættum í raun og veru við, að við hefum það í huga að við víkkuðum út þessa jafnréttisstefnu, að við erum að þjóna blindu með því að lesa textan stendur á blaðinu, þetta er tekið upp og þetta fer á netið. Bara sem eitt dæmi. Takk. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er þá síðari umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt 17. mál á þingskjali 48 gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 19. mál á þingskjali 51. Það er nefndarálit við tillögu af starfsreglum breytingu á starfsreglum kirkjuráð númer 817 frá 2000 með síðari breytingum frá löggjafarnefnd. Framsögumaður er Steindór Runeberg Haraldsson og tekur hann út til máls. Forseti,
Ég flyt hér nefndarálit við tillögu að starfsreglum og breytingu á starfsreglum kirkjuráð númer 817 frá 2000 með síðari breytingum. Málefninu varða Strandakirkju. Nefndin hefur fjallað málið og leggur til að hafa samþykkt óbreytt. Undir þetta rita allir löggjafarnefndarmenn. Takk fyrir. 19. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs. Lagt til að málið verði samþykkt óbreytt, þannig að 19. mál legg það hér fyrir ykkur að það verði samþykkt óbreytt, þeir sem geta samþykkt að gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 21. mál á þingskjali 44, það er nefndarálit við tillögu til þingsályktunar skipun nefndar til endurskoðunar á starfsreglum íslensku þjóðkirkjuna erlendis. Frá allsherjarnefnd og framsögumaður er Guðmundur Þór Guðmundsson og tekur hann út til máls. Virðulegi forseti, ég flyt álit allsherjarnefndar við 21. mál kirkjuþings 2019 sem er tillaga til þingsályktunar skipun nefndar til endurskoðunar á starfsreglum íslensku þjóðkirkjuna erlendis. Málið var flutt af kirkjuráði. Ályktunin er svo hljóðandi, tillagan þar að segja, kirkjuþing samþykkir að skipuð verði 3 manna nefnd til þess að endurskoða starfsreglur íslensku þjóðkirkjuna erlendis númer 1003 frá 2005 með síðari breytingu. Biskup Íslands, kirkjuráð og utanríkisráðherra tilnefni hver sig einn nefndarmann, biskup Íslands skipi nefndina og skal sá sem biskup tilnefnir vera formaður hennar. Nefndin skilji tillögum sínum að breyttum starfsreglum til kirkjuráðs sem leggur þær fram sem tillögur að nýjum starfsreglum fyrir kirkjuþing 2020. Nú allsherjarnefnd fjallaði málið og einróma niðurstaða nefndarinnar leggja til að tillaga þessi verið samþykkt óbreytt. Fyrsta mál til síðari umræðu. Enginn hefur hvatt sér hljóðs, svo síðari umræðu er lokið. Þeir sem geta samþykkt 21. mál, óbreytt gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhverja móti, það er samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 22. mál á þingskjali 52, það er nefndarálit til þingsályktunar úttekt á pressetra og kirkjujörðum vegna endurheimtar votlendis og skógræktar. Flutt af allsherjarnefnd og framsögumaður er Guðbjörg Arnardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flýt hér nefndarálit frá allsherjarnefnd til þingsályktunar úttekt á pressetra og kirkjujörðum vegna endurheimtar votlendis og skógræktar. Nefndin hefur fjallað málið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt. Ég vildi nefna það að við vorum með öll þessi umhverfismál til umfjöllunar hjá okkur í allsherjarnefnd en það var mat okkar ásamt forseta kirkjuþings að við skildum ekki fjalla öll þau mál akkurat á þessu þingi, yrðu einhver geymt fram í mars og við fjölluðum þetta mál varðar úttekt á pressetursjörðum og kirkjujörðum og lögðum til að skjalið yrði samþykkt óbreytt og undir það rituðum við öll í allsherjarnefnd. Orðið 22. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og lagt til að málið, Gísli Gunnarsson tekur til máls. Forseti, ég sá að í greinargerðinni minni mig hafi gert ráð fyrir
kostnaði við þessa vinnu 500.000 þessu úttekt. Við langar til að spyrja hvort það hafi verið rætt í nefndinni hvernig þessi úttekt ætti að fara fram, hver ætti að gera hana og hvernig sem sett framkvæmdin á þessari úttekt hugsuð fyrir 500.000 krónur. Því að þetta náttúrulega ekki bara pressetursjarðir, þetta kirkjujarðir, þetta út all land og ég held að þetta taki töluvert mikinn tíma að gera slíka úttekt. Ég var svona bara að hugsa praktísku hlutina ef ég geti fengið upplýsingar það, hvernig á að framkvæma þetta. Vill framsögumaður bregðast við? Já, til máls tekur Axel Árnason Jarvik. Forseti, sem flutningsmaður tillögurinn upphafi þá tekið til máls. Þetta gerist þannig að við, eins og stendur í greinargerðinni, að við afhendum Landgræðslu ríkisins og væntanlega Skógrækt ríkisins líka lista með fasteignanúmerum og þetta lesið inn í gagnagrunn þeirra og landfræðilegar upplýsingar eru þannig dregnar út. Þetta ekki farið af hvert stað að skoða, heldur landfræðilegar upplýsingar notaðar til þess að fá þær upplýsingar sem þegar eru til í landinu en ekki okkar höndum. Og þessi 500.000 kall til þess að geta farið til dæmis í Gunnarsholt ef það þarf að gera eða kalla þau til okkar. Þau hjá Landgræðslu ríkisins, Árni Bragason hefur lýst yfir að þetta fari vel í þeirra störf, jafnvel hjá yfir hlaðnum starfsmönnum, en þetta það sem við viljum að sé gert. Ef þetta útskýrir þessa 500.000 og eins líka framvindu verksins. Til máls tekur Guðrún Karls Helgadóttir. Forseti, spurningunni var nú beint til allsherjarnefndar, þannig að ég tel mér skylt sem formann allsherjarnefndar að svara þessari spurningu. Þetta var rætt svolítið í nefndinni, en ég spurði einmitt þessar spurningar í fyrri umræðu og fekk þá að við töldum nægilega greina góð svör frá flutningsmanni Axeli. Já, takk. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og þá síðari umræðu lokið 22. mál og lagt til að málið verði samþykkt óbreytt. Þeir sem geta gefið samþykkt það gjör svo ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 27. mál á þingskjali 60, það nefndarálit við tillögu til þingsályktunar úttekt á aðgengi fatlaðra og hreyfihamlaðra frá fjárhagsnefnd, framsögumaður Einar Már Sigurðarson og tekur hann út til máls. Forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti fjárhagsnefndar varðandi tillögu til þingsályktunar úttekt á aðgengi fatlaðra og hreyfihamlaðra. Það stutt frá því að segja nefndarálitið þannig, nefndin hefur fjallað málið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt og undir þetta rita allir nefndarmenn. Þá 27. mál til síðari umræðu. Enginn hefur kvatt sér hljós og þá síðari umræðu lokið. Lagt til að málið verði samþykkt óbreytt 27. mál á þingskjali númer 26. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti að samþykkt samhljóða.
Fyrir er tekið 35. mál á þingskjali 61, það er nefndarálit við tillögu til þingsályktunar kaup og sölu fasteigna. Frá fjárhagsnefnd. Framsögumaður er Einar Már Sigurðarsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti fjárhagsnefndar varðandi tillögu til þingsályktunar kaup og sölu fasteigna. Og það er eins og áður, nefndin hefur fjallað málið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt og undir það rita allir nefndarmenn. Orðið gefið laust 35. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er þá síðar umræðu lokið. Lagt er til að 35. mál verði samþykkt óbreytt. Þeir sem geta samþykkt tækjörðsvöleggjamerki. Takk fyrir einhverja móti að samþykkt samhljóða. Forseti hyggst gefa kaffi hér núna. Svona 20 mínútur. Svo er ekki búið.
Fundi er framhaldið og fyrri tekið 37. mál á þingskjali 62, það nefndarálit við tillögu á starfsreglum breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1027 frá 2007 með síðari breytingum frá fjárhagsnefnd og framsögumaður Gísli Gunnarsson og tekur hann út til máls. Forseti, aðeins svona rétt til upprifjunar þá fjallaði þessi tillaga það að skylda til að leggja til pressetur í neðangreindu prestaköllum falli brott. Það var fyrsta lagi Kjalnes prófasdæmi, það var Mosfell og Útskálar, það var Vestfjarða prófasdæmi, það var Holtsprestakall og það var Dalvíkur prestakall og Laugalands í Eyjafjarðar og Þingeyjar prófasdæmi. Nefndin hefur fjallað málið og leggur til að það verði samþykkt með breytingartillögu á þingskjali 63. Þar segir breytingartillaga frá fjárhagsnefnd skylda til að leggja til pressetur í neðagreindu prestakalli falli ekki brott. Vestfjarða prófasdæmi, Holts prestakall. Við sem sagt vildum ekki að Holts prestakall yrði á þessum lista og rökin fyrir því voru nú meðal annars þau að þetta er sögulegur og merkur staður og Flateyringar vilja mjög gjarnan að þarna sé pressetur þó að presturinn sem þjónar þar núna hafi kosið að búa á Ísafirði. Þá er það ekki víst að það gildi næsta prest sem gæti komið þar, hver veit, það þarf ekki að líða langur tími. Þannig að okkur fannst ekki tímabært að leggja niður Holt. Það er líka þegar fasteignastefna var samþykkt hér á kirkjuþinginu í fyrra og ég lagði hana fram, þá hafði ég sett inn í fasteignastefnuna ákveðna staði þar sem ætti að vera pressetur. Það er oft verið talað það að það þyrfti að gera skrá það og áætlun hvaða jörðum ætlum við að halda sem pressetur. Og ég nefndi nokkra jarðir og tók meðal annars mið af því að hafa kannski minnstakosti eina á hverjum fjórðungi landsins og einnig út frá sögu og ýmsu sem á þessum stöðum eru núna, þar sem eru oft mikill ferðamannastraumur og ýmislegt að sjá. Og þar var Holt inni, en síðan var ekki samkomulag það af hverju þessi staður en ekki hinn þarna inni, þannig að það var ákveðið að bíða með þennan lista. En ég minna á að Holt var þarna inni og þarna hefur það var nú sagt í fyrra dag að ég væri rödd hins liðna eða gamla tímans. Þarna hefur verið pressetur síðan aldamótin 1300 og þetta var lengi vel eitt af hæst metnu brauðum presseturum landsins og ýmsir merkir kennimenn hafa komið frá Holti. En við skulum líka mun eftir því að byggðina við Önundarfjörðinn, hún er svona dálítið sérstök og hefur orðið fyrir mjög miklum skakkaföllum og þar eru sár sem ekki hafa enn gróið. Og þar sem ekki brýn nauðsyn til að leggja þetta niður núna, þá komum við með þessa breytingartillögu að leyfa þess að standa eitthvað enn. Það sé ekki sem kalli sérstaklega á það núna að leggja þetta niður. Og ég vona nú að þingi samþykki þessa breytingartillögu. Orðið gefið laust til síðar umræðu 37. mál og til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti,
Mér finnst að Gísli kom að inn á mál sem að mér finnst vera þess virði að við hugsum vel og lítum til okkar arfleifðar. Fyrir einhverjum árum síðan þá var ég í einhverju fundi í Skálholti og þar kom prestur frá Færeyjum sem að margir hér í kirkjunni þekkja, nam við Guðfræði og trúarbragðadeild Háskólans síðan tíma og þar var verið að ræða það að ef að prestsetur og bústaðir presta eyjarnar verður lagðir af að þá myndi kirkjan missa nánast allt. Við verðum að gæta því að leggja ekki niður öll svona merkissetur kirkjunar landið. Við verðum að reyna að líta á þetta í svona víðari, að hafa heildarmyndina fyrir framan okkur og þjóðkirkjan er jú samgróin þjóðlífi og menningu Íslands í 1000 ár og við þurfum að fara varlega í að selja allt frá okkur og leggja allt niður. Ég er alveg sammála Gísla í því að það verður að mynda sér stefnu í þessum málum og gera það þá almennilega. Í Önundarfirði er það nú þannig að það er nú örstutt inn á Flateyri frá Holti og það er ekki stór mál. Þetta er friðarsetur í dag og ég sé það líka, það hagar kannski ekki allstaðar þannig til en ég sé að Heydal eru komin á sölulista. Var ekki verið að leggja það til? Ekki Heydalir. Fínt að nefna þetta ef að Gulluður að hlusta. Og en hvað það, þá hef ég eitthvað misskilið það. En ég nota þetta tækifæri að það er nógu tími. Ég geti hvet okkur til þess öll sömul að fara í smá naflaskoðun með þetta, hvernig við viljum að sjá það fyrir okkur, hvernig þjóðkirkja Íslands lítur út all land. Takk fyrir. Vill framsögumaður taka til máls, svo er ekki aðrir. Einar Már Sigurðarson tekur til máls. Forseti, ég skildi Steindór þannig að vera að hvetja okkur til þess að reyna örlítið að teygja lopan, þannig að við næðum hugsanlega í hádegisverðin. Við skulum sjá hvernig til tekst, en þetta mál er þess eðlis að sé rétt aðeins að fara yfir, við rættum það svolítið í nefndinni, raunverulega á þessum nótum sem Steindór var að tala að við þyrftum að fara yfir þessi mál. Og það er ekkert launungum mála, við erum okkur í nefndinni þannig hugsandi að við teljum mikilvægt að það séu pressetur í sveitum landsins. Þannig að við þurfum að vanda okkur afar vel við það þegar að það er aflagt og ég get sagt að ég var mjög ánægður þegar að ég sá að það er sestur að ég heitur ungur prestur Dagur Fannar sem að nýja tekin við og mér lék forvitni á því þegar ég hitt hann að spyrja hann út í það hvort hann væri hestamaður, hvort hann væri af bændaætt og svo framvegis. Í ljós kom að svo var ekki. Hann bara hafði áhugað hefur í sveit og einu kynni hans að búskap var það að foreldrar hans hafði verið með hænur í garðinum hjá sér. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig það þróast hjá hann, en vonandi fettur hann einhver leiti í fótspor séra Gunnlaugs og það sé nú engan veginn einfalt að gera það og varla hægt trúlega öll þau fótspor en einhver, þannig að það verði þarna lífvænleg jörð áfram sem ég vona. Og þetta þurfum við held ég að vanda okkur við, hvernig við stillum þetta af.
því að það er eiginlega alveg ótækt í mínum huga að pressetur í sveitum verði almennt aflögð. Þannig að við þurfum hins vegar að finna út réttu leiðina til þess að tryggja það að áfram verði pressetur í sveitum landsins, og Holt sannarlega þess vert að við leggjum það ekki nema að mjög vönduðu máli. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík. Forseti, ég ætla að nýta þetta tækifæri til þess að tala aðeins presseturinn og þörf á þeim. Presseturinn eru náttúrulega staðbundin staður og öll eiga þessar sögu, jafnvel fyrir 1300 og jú, það er mjög mikilvægt að halda þessi presseturum, og sérstaklega þegar fólkið er kannski flutt í burtu, og eins og til dæmis ég get ímyndað mér í Holti að aðstæður í samfélaginu gera það verkum að presturinn flytur þaðan og felur því sér að hann býr ekki í prestakallinu. Það er ekki ennþá búið saman, þetta er þetta allt eitt prestakall. En það sem ég vildi eiginlega segja miklu frekar er það að ef maður tekur bara peningalheiðin út úr þessu, að þá er til eitthvað sem heitir prestatarsjóður, sjálfsagt er hann líka að hverfa, og hann er skertur cirka 44%. Og til þess að mæta þeim kostnaði sem fylgir því að eiga prestaturinn, þá vantar fullt af pening og það er uppsafnað 20 milljóna. Ég var að skoða þetta aðeins í gær og við erum að fá cirka 40 milljónir í leigutekjur, fasteignagjöld og fastu kostnaði cirka 60 milljónir, viðhald það bil 100 milljónir. Þannig að það hallar á þetta svona 110 milljónir í pluss og mínus. Ef það skildi nú kosta 150 milljónir að halda prestur í landinu, eins og þau eru í dag, þá þurfa að taka þessar 40 milljónir sem vantar upp á, ef það er 40 milljónir, úr öðrum útlutunum úr þessum potti sem þjóðkirkjan hefur. Og ef þjóðkirkjan vill gera það, þá er það gott og gilt, og án efa mun það skipta miklu máli fyrir sveitir landsins og byggð í landinu að hafa prestana á pressetrunum. Þá kemur upp svo vandi að það þarf að borga húsalegu og maður kannski býr í húsi sem maður vill ekki búa í af því að fjölskyldan er flutt. Þannig að koma alls konar atrið upp þarna. En fyrst og fremst þetta leið og það er komin búsetuskylda og það er komin skylda til þess að viðhalda þessum húsum og við erum ekki með fjármuni til þess. Hvað gerist þá? Ég var presseturskallis 19 ár og bjó í presseturinn Tröð í Gnúpverjahreppi. Ágætis hús og allt þetta. Á 19 árum held ég að ég hafi fengið nánast ekki neitt í viðhald. Ég flúði pressetur, ég byggði mér hús í nágrenninu sem reyndar var á föðuralvi konu minnar og smá saman var til eignaukning og pressetur er þetta ennþá löngu selt og býr ykkur annaðar. Og prestakallið sjálft er náttúrulega horfið inn í hrunaprestakall. þar sem pressetur er að hruna. Og þar er presturinn þar náttúrulega undir það seldur að búa þar líka og bara unni sér vel, en það er hruni fín jörð í sveit og góðu staður, en megnið af fólkinu býr ekki þar, nálægt einu sinni. Sumt á Flúðum reyndar, en prestakall er þannig leginu. Við viljum bara ítreka það við kirkjuþing að ef við viljum halda presseturinn, að ætla þessu málaflokki þá almennlega fjármuni til þess að svo sé hægt. Og til dæmis presseturinn á Höfn í Hornafirði og presseturinn á Kirkjubæjarklaustri sem ég séð nýverið eru ekki sómi fyrir okkur að halda. Enda var pressetur á Höfn selt og ekki talið svara kostnað að gera við það. Þannig að ef við viljum hafa presseturum all land að ætla þessu málaflokki þá upphæð sem þarf. Og sjálfur veit ég það og hef kallað eftir í minni vinnu í kirkjuráði að eiga þennan lista, bæði útgjöld,
tekjur, sögu og það má líka brýna það fyrir biskupafund að koma nú með tillögu það hvar biskupafundur ætlar að prestþjónustan þurfi á prestssetrum að halda. Þannig að verði búin til heildstæð mynd þetta sem þetta snýst Ég er alveg á því að leyfa holtið að standa enn þetta árið í vonum frekari uppskeru eins og segir í Guðspjallinu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er þá síðari umræðu lokið. Jú, til máls tekur Gísli Gunnarsson. Jú, bara framsögumaður tekur þá til máls núna. Gjörðu svo vel, Gísli. Forseti. Já, fólkið er flutt burt, segir Axel, en það er fólk á Flateyri. Það er fólk í Önundarfirði og ég er viss að það er eins þarna á þessu svæði eins og svæðinu sem ég þekki til að prestar þeir hafa með sér samstarfssvæði. Og ef ég tek dæmi af Skagafirðinum þó ég búi í Glaumbæ þá aðstóði ég oft á Sauðárkróki. Og akkur er alltaf verið að tala fátt fólk er líka fólk. Jesús hann talaði oft einn eða tvo. Hvar sem einn eða tveir eru samankomnir í mínu nafni. Týndi sauðurinn hann var ekki ómerkilegri en hinni 99. Mér finnst oft við í kirkjunni vera föst í því að vera með eitthvað Excel-skjal fram af okkur með tölum á. Þannig er bara ekki Ísland, það er misjafnt eftir í hvar þú býrð á landinu. Og mér finnst ekkert sniðugt að vera að gera grín að því að við séum að halda því fram að presturinn eigi að vera einn eftir í eyðibyggð. Við erum ekki að tala eyðibyggð þó við séum að tala Vestfirði. Við skulum tala virðingu þetta fólk sem þarna býr við erfiðar aðstæður. Og veiti svo sannarlega ekki hafa prestin í samfélaginu. Það er mikilvægt að presturinn búi hjá sínu fólki. Það er líka hugsun sem er alveg að hverfa innan kirkjunar. Presturinn á bara að vera á sínum bíllegubíl og það er ekkert langt síðan starfsmaður biskupsstofu sagði það að það ætti að selja þetta allt saman, allar þessar eignir og jarðir og skaffa prestunum bíllegubíl. Þannig er bara ekki hugsunin hjá okkur, ennþá, ekki gamla hugsunin, kannski sé nýja. Varðandi húsaleiguna þá er klifað á því að leiga á prestssetrum eigi að standa undir fasteignasviðinu. Það er bara ekki rétt. Og ég efast ekkert það að Axel kannist við lög kirkjumálasjóð. Þar sem stendur að ákveðið framlag sem ríkið leggur í þann sjóð skuli vera til að standa undir prestssetrum. Það stendur í lögum kirkjumálasjóð. Ef við ætlum ekki að fylgja því, þá þurfum við að segja við ríkið, við þurfum ekki á þessum peningum að halda því við ætlum ekki að setja það í prestssetrum. Við þurfum að muna eftir þessu. Og þó að kirkjumálasjóður verði kannski leiðin niður, þá hefur sú upphæð verið reiknuð inn í heildarsummuna sem rennur til kirkjunar samkvæmt nýjum kirkjujarðasamkomulagi. Þannig að þessi málflutningur það að leigan á prestssetrum verði að standa undir fasteignasviðinu, hún er bara röng. Því að lögin gera ráð fyrir öðru. Lögin gera ráð fyrir því að ákveðin hluti kirkjumálasjóðs sem þá rann inn í prestssetrasjóðin sem núna er niðurlagður en er ennþá inn í kirkjumálasjóðin. Þannig er þetta. Það var nú bara þetta sem ég vildi koma að og það var þessi ræðans Axel sem kveikti í mér að koma hér upp. Takk.
Axel Árnason Jarvik hefur beðið orðið í annað sinn og hefur til þess 5 mínútur. Forseti, kannski talaði ekki nógu skýrt inn í þetta mál sem Gísli er að tala um. Ég talaði einmitt það að í kirkjumálasjóði eða þessum potti er prestssetrasjóður lagður inn. Það eru þegar markaðar tekjur, þessar tekjur eru skertar eins og aðra tekjur kirkjumálasjóðs 44%. Þar af leiðandi verður til vandi að þeir fjármunir sem við ætlum í pressetrinn duga ekki. Og það lítur hver maður að sjá það ef framlagi í kirkjumálasjóði er skert 44%, svona cirka bát, þá er púlían í pressetrasjóði í þeim sjóði líka skertur. Og það sem ég er að segja, ef við viljum halda pressetrinn eins og við viljum halda þeim, þá þurfum við að bæta í þann pott eða þá hlutdeild sem pressetrinn fá úr kirkjumálasjóði. Og ég held að það vanti. Og í þeim fjárlögum sem eru lögð fram í öðru máli vantarlega stendur 100 milljónir í viðhaldssjóð eða viðhald pressetra og það er ekki nóg væntanlega. Og kirkjuþing þarf að taka það ákvörðun að tosa þá tölu upp. Við gerðum það ekki. En kirkjuráð getur gert það væntanlega í desember. Eða hvað? Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er þá síðari umræðu lokið 37. mál. Þá er það fyrst til að taka það breytingatillagan. Skylda til að leggja til pressetur í neðangreindu prestakalli falli ekki brott. Það er Vestfjarðaprófastsdæmi, Holts prestakall og þetta er 37. mál á þingskjali 63. Þeir sem geta samþykkt þessa breytingatillögu gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, hún er samþykkt samhljóða. Þá er borið upp 37. mál í heild með áorðnum breytingum. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir einhver á móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 37. mál til síðari umræðu, það er nefndarálit við tillögu til þingsályktunar kaup og sölu fasteigna og þingskjali 64 frá fjárhagsnefnd, framsögumaður Hreinn Hákonarson og tekur hann út til máls. Forseti, flyt hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunar kaup og sölu fasteigna sem hljóðar svo, það er frá fjárhagsnefnd og öll nefndin skrifar undir. Nefndin hefur fjallað málið og leggur til að veri samþykkt óbreytt. Það að ræða 2 pressetur, Dalvík, Dalbraut og Útskálar og Skagabraut. Þá er orðið gefið laust 37. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og lagt er til að málið verði samþykkt óbreytt og þetta er 37. mál og þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið 38. mál á þingskjali 58, nefndarálit. Við tillögu til þingsályktunar frumvarp til laga breyting á lögum stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum og innan sviga einföldun þjóðkirkjulaga. Frá allsherjarnefnd, fjárhagsnefnd og löggjafarnefnd. Framsögumaður er formaður löggjafarnefndar Steindór R. Haraldsson og tekur hann út til máls.
Forseti, ég les hér nefndarálit frá öllum nefndum kirkjuþings, svohljóðandi. Þetta er þingskjal 58. Nefndarálitið tillögu til þingsaluktunar frumvarp til laga breytingar á lögum stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997. Með síðari breytingum einföldun þjóðkirkjulaga. Málið frá allsherjarnefnd, fjárhagsnefnd og löggjafarnefnd. Nefndirnar hafa fjallað málið og leggja til tillögu til breytinga sem fram kemur á þingskjali 59. Á fundi allsherjarnefndar kom biskup Íslands. Á fundi fjárhagsnefndar var haft samband við Dr. Hjalta Hugason símleiðis. Einnig mætti Guðmundur Þór Guðmundsson lögfræðingur tvívegis á fund nefndarinnar. Á fund allra nefnda kom Ninna Sif Svavarsdóttir, formaður Prestafélags Íslands. Undir þetta rita allir sem hér eru í allsherjarnefnd, fjárhagsnefnd og löggjafarnefnd. Þá skulum við fara á þingskjal 59 og fara yfir breytingatillöguna. Það sem er rautt eru þær breytingar sem við gerðum og það sem er yfirstrikað er það sem við tökum út úr frumvarpinu eins og það var lagt fram. Ég ætla að fara svona yfir þetta af því að þetta er svolítið stórt mál og þá skulum við bara fara yfir þetta í rólegheitunum. Já, þetta eru þó hér standi löggjafarnefnd farið við breyting á frumvarpinu, þá eru þetta ég veit ekki hvernig þingskjalið er sem þið eru með, en það eru vissulega bara allar nefndir sem að þetta er samræming á eins og þetta kemur fram, þetta er samræming á breytingum hjá öllum nefndum og áður en ég fer í þetta mál þá mun ég að segja ykkur það að þegar að formenn nefnda og aðrir komu saman til þess að samlesa yfirferð nefndana, þá var það mjög merkilegt að það var mjög mikill samhljómur það sem að nefndirnar vildu breyta og þess vegna var þessi samlestur mjög auðveldur. Þannig að það er mikil svona samstaða það á þinginu almennt hvernig við viljum sjá þessar breytingar verða núna. En í 1. grein, 2. málsgrein, þá fellur, ég ætla ekki að lesa annað en bara fara í þær breytingar sem eru með rauðu. Ég þarf ekki að fara í annað, en þið hafið þetta fram að okkur. Við breytum þarna einu í 2. grein B-lið, tökum út starf prest og setjum prestþjónustu í staðinn. Og í 3. grein í stað orðana prestsembætti, í 3. málsgrein 10. greina lagana kemur prestþjónustu. Það er alltaf verið að taka út orðið embætti. Síðan í 5. greininni þá breytum við í A-lið að sinna biskupsþjónustu sinni í að gegna biskupsþjónustu sinni. Finnst fallegra og betra orðalag að vera ekki alltaf að tala um eitthvað sinni. Og allt í lagi með það. Það er bara svona smá snirting. Svo alveg hérna neðst á blaðsíðunni, 1. blaðsíðunni, þá er Ísland hefur tekið við, biskup Íslands hefur tekið við en ekki hafið störf. Það er eina breytingi sem við gerum þar. Ný 6. grein, orðið embætta í 2. málsgrein 23. greinar lagana fellur brott. Og þá strekast út þetta eins og þið sjáið þegar þið farið á næstu síðu, þarna í 6. greininni. Svo er það 9. greinin, í stað orðana skipar í embætti, 37. greinar lagana kemur ræður í starf.
eins og sem og önnur preststörf. Svo er það 10. greinin, þar er þó nokkuð fellt burtu bara úr tillögunum þannig að það stendur áfram og þannig að úr tillögunni er þetta fellt burtu sem er yfirstrekað en tímabundnar ráðningar, en það kemur tímabundnar ráðningar eða ótímabundnar ráðningar í preststarf kemur í staðinn. Síðan falla burtu hér í tillögunum 41. önnur grein lagana, í tillögunum fellur það burtu og þar alveg stendur það áfram í lögunum. 13. greinin eftirvændi breytingar verða á 42. grein. Í stað orðanna hlotið skipun í fyrir málslið fyrstu málsgreinar kemur hefur verið ráðinn. Og í B-lið í stað orðsins embættinu í síðari málslið fyrstu málsgreinar kemur prestþjónustu. Svo var smá styrting hérna í 14. greininni þar sem við viljum tala um starfsfólk en ekki starfsmenn. Þetta er hérna, bara verið að snirta þetta til þess að allir geti fellt sig við það. Svo í ákvæðum hérna, þegar við förum í ákvæði til bráðabirgða, þá eru nokkra snirtingar þar, fólk í stað fyrir menn og texti lagaður til, eins og við sjáum hérna neðst. Og svo í síðustu greininni í ákvæði til bráðabirgða þá bættu við inn einu orði. Heldur skipun sinni, það verið að tala um starfsmenn, heldur skipun sinni og starfskjörum út skipunartíma sinn. Þar eru bara hnykkja á þessu sem að marg hefur verið sagt, að starfskjör presta eiga ekki að breytast við þessa breytingu. Ég sem sagt held að ég sé ekkert að fara mikið meira yfir þessar breytingartillögur en legg til að þær verði samþykktar hér á kirkjuþinginu ásamt nefndarálitinu. Takk fyrir. Orðið er gefið laust og til máls tekur Arna Gretarsdóttir. Forseti. Já, hérna er verið að gera það allra nauðsynlegasta eins og við vitum öll og við erum búin að fara yfir þetta og svo verður þetta væntanlega samþykkt hér, sent til Alþingis, þar sem fyrir liggur önnur samþykkt breytingar á þjóðkirkjulögunum sem hefur beðið í ráðuneytinu. Ég veit ekki, þetta fer bara til ráðherra. En allavega liggja fyrir aðrar breytingar sem hafa verið samþykktar héðan í Alþingi, eða sem liggur fyrir að breyta þjóðkirkjulögunum og ég velti því fyrir mér hvort að hvar liggur það? Afsakið ef ég er að skilja þetta eitthvað vitlaust. Þá er það þannig að það sem var samþykkt hér í fyrra fór til ráðherra, þar liggur það þangað til að málið er orðið það þroskað að það geti farið til Alþingis og þannig er staðan í dag. Það verður ekki hrófla neinu við hérna lögum kirkjuna. Þetta er bara þetta er lagahreinsun núna. Takk fyrir þessa hérna, og það liggur hjá ráðherra allavega eitthvað samþykkt héðan breytingar á þjóðkirkjulögum, svo ég sé búin að skilja það. Við þurfum held ég, og það er það sem ég er að hugsa, hvar sem máli liggur allavega varð að fara héðan. Við þurfum að fara, eða ná í það aftur,
vegna þess að þetta er eitthvað svona smá breyting, við erum að fara í miklu stærri breytingu heldur en að kirkjuþing kannski gerði sér grein fyrir þegar það var unnið. Og ég þess vegna vil ég spyrja, er einhver að skoða þetta eða kemur þetta aftur til okkar kasta enn og einu sinni, breytingar á þjóðkirkjulögum? Ég tel mögulega, ef áður þá aldrei sem nú brýnt að við ræðum þjóðkirkjulögin og förum í þau og skoðum þau ítarlega og með það að marki að smíða einhverju leyti nýja kirkju, svo dómsmálaráðherra vitnaði af að sinn. Já, en það er þetta sem ég vildi segja. Þetta eru einhverju lágmarksbreytingar sem að ég ég vil fá að sjá öll þjóðkirkjulögin inn á borði kirkjans aftur svo ég sé nú aðeins skýr í ljósi viðbóta samningsins. Takk fyrir. Til máls tekur Sólveig Lára Guðmundsdóttir og svo síðar Guðbjörg Arnardóttir. Forseti, mér langar til þess að fá að þakka öllum nefndum kærlega fyrir þeirra vinnu. Ég sé að þau hafa unnið mjög samviskusamlega hér í gær á meðan að ég var að sinna öðrum störfum. Þannig að ég vil bara byrja á því að þakka fyrir það. Ég sé það að þið hafið farið mjög vel og fallega í þetta hreinsunastarf og mér langar sérstaklega til að þakka fyrir að inn er komið málfar beggja kynja sem að við leggjum mikla áherslu á. Og ég er líka mjög ánægð með það að þjónustu hugtakið sé notað og prestþjónustu hugtakið og þess vegna langar mig til þess að biðja að það verði líka tekið upp í 10. greininni. Það er kannski bara láðst að gera það. Að ef þið viljið setja kannski 10. greinina aðeins upp að þar sé sem sagt tímabundnar ráðningar og ótímabundnar ráðningar í prestþjónustu. Takk. Til máls tekur Guðbjörg Arnardóttir og síðan Steindór Haraldsson. Já, forseti, ég vil einmitt taka undir þakkir til þeirra sem að upphaflega fluttu þetta frumvarp og unnu það veit ég eins vel og þau gátu og við gerðum það sömu leiðis við í nefndunum og einmitt gaman að átta sig á þessum samhljómi sem var á milli nefnda og hversu vel það gekk. En mig langar að brýna kirkjuþing og okkur öll málið varðar að í ágúst þegar við samþykktum viðbótar samningin þá vissum við öll að það þyrfti að laga einmitt þetta og það þyrfti að fara í þessi litlu atriði sem þyrfti að breyta en samt sáum við það í fyrsta sinn þegar þingið var þá á 3. degi þingsins. Samt. Ég ekki að áfællast neitt eða annað en ég bara hugsa það að núna tími framundan, nóvember fljótur að fara og desember og aðventan og allt þetta, svo allt í einu komin janúar og februar og svo mars. Og fáum við að sjá starfsreglurnar í mars, fáum við að sjá starfsreglurnar 20. mars eða eitthvað þegar þingið hafið. Mér finnst þetta skipta svo rosalega miklu máli að við notum þennan tíma og við gerum okkur öll grein fyrir því og við hjálpumst að við það. Styðjum framtíðarnefndina eins og við getum og að framtíðarnefndin fái á einhvern hátt að kalla til sín utanaðkomandi vinnu ef að þess gerist þörf. Og bara ég get ekki á nokkurn hátt vilja sætt mig við það að þurfa að taka þátt í því í mars að sjá svona breytingar á síðustu stundu og starfsreglur á síðustu stundu án þess að það sé búið að bera þær upp eða fá að skoða þær betur
Og það einmitt að kalla til eins og formann prestafélagsins hérna í gær sem hafði aldrei fengið að skoða þetta og átti einhvern veginn að fara að ræða þetta með okkur hinum sem vorum búin að vera að kynna þetta öllum, kynna okkur þetta eins og við gátum. Við vissum það í ágúst að þyrfti að gera þetta. Og þetta bara, mér finnst þetta skipta öllu máli og við bara verðum að gera þetta. Takk. Bara til að halda því til haga, þá var það í september sem þetta var samþykkt en ekki í ágúst og svo vil ég bara til varnar framtíðarnefndinni að þá var tók þetta lengri tíma hjá ráðuneytinu en við gerðum okkur grein fyrir. En til máls tekur Steindór Haraldsson og síðan Anna Guðrún Sigurjónsdóttir. Forseti, ég að því að það var verið að ræða frumvarp til þjóðkirkjulaga og fleira í þeim dúr, þá bara ferillin svona, þarna. Að því að var verið að ræða frumvarp til þjóðkirkjulaga, þá ferillin svona, að við hér á kirkjuþingi samþykkjum eitthvað frumvarp sem fer svo í ráðuneytið. Ráðuneytið fer yfir frumvarpið og meðan frumvarpið í ráðuneytinu þá hafa þeir tögl og haldir á því. Síðan það þannig að þeir munu svo senda það aftur til okkar. Hvort sem að við vinnum áfram með þeim í þeim breytingu sem þarf að vera, það mjög líklegt að svo verði, en þeir eru ekkert skyldur til þess. En við sjáum til hvernig það verður. Svo bara senda þeir frumvarpið til umsagnar hjá kirkjuþinginu, eftir að þeir eru búin að fara yfir það. Og við sendum það aftur frá okkur til ráðuneytisins, með okkar athugasemdum í eftirbreytingum. Og þá fara þeir yfir það aftur. Ef að þeir breyta því, einni setningu, ef þeir breyta einni setningu, þá kemur það aftur hingað. Þetta er ferli. Þannig það að kirkjuþing á að hafa umsögn öll mál sem fara fyrir Alþingi í lagasetningu. Það þannig í lögum. Og þetta verður hins vegar örugglega unnið í mjög mikilli samvinnu, ég samfærður það og þannig hafa ráðuneytismenn lýst því. En frumvarp til þjóðkirkjulaga ekki við getum ekki sótt frumvarpið. Við höfum ekkert vald til þess, af því að það ekki lengur á okkar könnu. Það niður í ráðuneyti og við getum auðvitað við getum talað við fólkið og það erum við að gera. Og þetta næsta ves. Og þetta mun örugglega fá fassaran endi og það allur vilji til þess, allstaðar. Góður vilji í ráðuneytinu, góður vilji hér. Þetta bara spurningir samtal og vinnu og tíma. Ég get ekki sagt, ég hef ekki hugmynd það, hvenær ráðuneytið vill fara í þessa vinnu. Þeir hafa eins og að lýst því, og ég get alveg sagt það, þeir hafa lýst því að þeir vilja vinna með fólki af kirkjuþingi og í að slípa til frumvarpið þannig að það eigi þá auðveldari leið hér í gegn þegar að því kemur. Hvort sem að það verður að auka kirkjuþinginu massa eða hvað sem Ég veit ekki það, og þannig að þetta geti gengið vel fyrir sig og ég hef ekki trú á öðru en það verði bara mjög gott samstarf og samvinna með ráðuneytinu og kirkjuþinginu að ganga frá nýju frumvarpi. Ríkið hefur hins vegar og ráðuneyti hefur mikla hugmyndir það hvernig svona frumvarp á að líta út. En það kemur nú í ljós. Hvað varðar starfsreglur, svo Guðbjörg var að tala þá það þannig að það ekki hægt að byrja á starfsreglum fyrir lögin til. Það hægt að undirbúa sig eitthvað í því. Þegar lögin voru sett 1997,
þá var ekki byrjað að búa til eina einustu starfsreglum þegar búið að setja lögin. Og allar starfsreglurnar koma á eftir lögun. Og þá eru starfsreglurnar settar með tillitið þess hvernig lögin lít út. Þetta er ferlið. Og ég tek alveg undir með Guðbjörgu með það, við þurfum að vera nokkuð sátt við það og svo framvegis að hvernig starfsreglurnar eru, en reynsla mín hér á kirkjuþingi er svo að þó að eina starfsreglur hefur samdar núna, þá kemur eitthvað í ljós og þá þarf að breyta þeim næst, og þetta er bara vegna þess að bara dæmum það að við erum þó, það er smá líf í okkur, það rennur í okkur blóðið ennþá, og við erum og svo breytist samfélagið og þá þurfum við að breyta starfsreglunum með tillit til þess, og þetta er bara mjög eðlilegur hlutur, og að við reynum að vera með regluverk kirkjunnar svolítið lifandi, aðlagaða að samtíma hvers tíma og svo framvegis. Án þess að þurfa alltaf að vera í einhverjum átökum það. En auðvitað er við skipta skoðanir og það er bara fínt. Það er bara skipta skoðanir fólks og það er bara fínt og þá bara ræðum við það án í kjöli. Þó að ég er ekki að krefjast af ykkur að þið skipta eins oft skoðun og ég. En það er annað mál. En hvað Sólveig sagði hérna víslubiskup, varðandi þjónustu og svo ráningu starfs, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, í 10. greininni, ég man það ekki alveg upp á hári, ég sagði í 10. greinina hérna. Þú myndir setja 10. greinu? Já, þá er það þannig, já, ráningu preststarf, staðan fyrir prestsþjónustu, þetta var rætt inn þegar við vorum að samlesa þetta. Og okkur kom saman það að þjónusta og starf væri ekki alveg það sama. Það ætti ekki alltaf við endilega. Og þetta var, bara svo því sé haldið til haga, þá kom þessi umræða fram. Hvort að það væri rétt að vera þarna með ráningu í prestsþjónustu, fólk taldi að það var ekki ráðið í þjónustu. Og það var færið rauk fyrir þessu og þess vegna var nú þetta orð haft. Þetta var ekki tekið bara svona að því við glemdi því, heldur var þetta virkilega rætt. Já, það er í samræmi við næstu grein á eftir. Vegna þess að við töldum að þjónusta, að ráða í þjónustu, það er skipa til þjónustu. Þetta var svona pínlítið á þessum nótum sem við vorum að ræða. Auðvitað orkar allt tímalis á gertir. Og sinna þjónustu, já. Ég ætla nú bara að segja þetta sem að ég hef sagt hér og fagna því að fólk tjáir sig þessi mál og minnst að vera hér besta mál og reynir nú aðeins að teygja á þessu svona framöndir hádegi. Takk fyrir. Til máls tekur Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og síðan Hjalti Hugásson og svo Kristján Björnsson. Forseti, ég ætla bara að láta ykkur vita því varðandi frumvarpið að þá höfum við rætt á og fundum okkur með ráðuneytunum að það þarf að fara í endurskoðun á þessu frumvarpi sem liggur núna hjá ráðherra og ég reikna með þessi frekar daga eða vikuspursmálum að við fáum það aftur í hendurnar frekar en mánaðarspursmál. Þannig að ég reikna fastlega með að við verðum farin að skoða það mjög bráðlega. Þjónustan, ég ætla að leggja það til núna að við, þegar við spurum að skrifa starfsreglurnar, að við pössum okkur að halda inni orðinu þjónusta og embætti þar sem við getum. Þetta er falleg orð og eiga vel við starfsstéttina, prestastarfsstéttina. Nú ætla ég að koma með eitt loforð upp í ermarnar á okkur öllum í framtíðanefndinni. Við erum að vinna mjög mikið núna þessa dagana. Ef ég væri ekki hér á þessu, eða væri ekki ennþá kirkjuþing, þá væri við Guðmundur að labba út úr ráðuneytinu á þessari mínútu. Framtíðanefndin fær ekkert frí vegna kirkjuþings, það verður mætt hérna aftur klukkan 3 á morgun á næsta fund og á þann fund kemur hún inn að Sif Svavarsdóttir. Við erum að bara halda frá vinna úr þessu sem við erum með núna og vinnum að því eins og við reiknum með að lögunum verði breytt og vinnum út frá þessum forsendum og ég á ekki von á því að við komum með fleiri mál inn
á síðustu stundu og eiginlega fram yfir síðustu stundu. Ég vil líka minna á það að framtíðarnefndin að þegar hún hélt sem fyrsta fund að það var í sömu viku og frestu til að skilja málum á kirkjuþing rann út, þannig að við vorum í knöppum tíma en þetta var allt á knöppu tíma. Ég get alveg tekið undir það. Ég mun ekki metna með en ég ger þetta ekki eftir. Til máls tekur Hjalti Hugason og síðan Kristján Björnsson. Já, forseti, ég vil bara lýsa yfir aðdáun minni á þeirri vinnu sem var lögð í þessa tillögu og þessa stóru tillögu vil ég eiginlega segja og til að það hefði tekst mjög vel til og fagna hvað nefndirnar hafa verið duglegar að vinna með þetta og sýnist þetta geti farið í mjög góðu formi frá þinginu. Ég í hópi þeirra sem að myndi gjarna vilja að þjónusta kæmi í sem allra ríkustu mæli inn í frumvarpið í staðin fyrir embætti og reyna að forðast það að nota starfið í lengstu lög og mér sýnist út af fyrir sig að þar sem að starfið stendur eftir til dæmis þarna að ráða tímabundið eða ótímabundið þá gangi náttúrulega ekki að segja í prestþjónustu, það gengur ekki, en hitt annar mál að það væri hins vegar hægt að ráða ótímabundið til prestþjónustu og með því að breyta forsetningunni þá kemur þetta í allt annað samhengi, þannig að ég myndi svona óska eftir því að það væri hugað að því hvort að væri ekki hægt að nota þjónustu þarna í bæði skiptin með því að breyta forsetningunni. Síðan bara varðandi stóruvinnuna, áframhaldandi störf með þjóðkirkjulögin, þá vona ég svo sannarlega að núverandi frumvarp komi sem fyrst tilbaka til gagngerðar endurskoðunar, það að segja að það verði ekki haldið áfram í þeim gír sem að sú vinna var í, heldur fari hún yfir í allt annað form heldur en að var stemt, sem sagt miklu styttri, einfaldari og opnari þjóðkirkjulög. Til máls tekur Kristján Björnsson. Já, forseti, ég þakka mikla og góða vinnu nefndarinnar. Ég veit að þau eru vakin og sofin í þessu. En það svona kannski gleði efni fyrir ykkur sem eru í nefndinni að nú verður ennþá meira að gera. Þannig að það bara haldið áfram. Það mjög gott að laga orðfærið varðandi tungutal beggja kynja og það bara mjög gott og marganátt kemur orðið þjónusta mjög sterk inn þar og allt í kringum hana og auk þess hún náttúrulega kvenkyns og bara mjög flott eins en sko það eru nokkur atriði hérna við sem mér sýnist vera gæti orðið ósamræmi í lögunum eftir þessar breytingar. Það eitt sem að vantar sárlega í lögin núna verði þessar breytingar óbreyttar að það einhvers konar stýring á launasambandinu og það dálítið mikið kapp í þessu. Það vantar til dæmis, það hefði mátt standa í 3. grein í staðin fyrir það sem fellt út núna að það mætti alveg koma inn sko launagreiðslum til þjónandi presta og annarra starfsmanna skal haga samkvæmt því sem segir í starfsreglum ráðningar og kjör eða ráðningu og kjör. Þá komið sem sagt forsenda fyrir kirkjuþing að setja starfsreglur alveg sérstaklega þetta og það yrði þá líka sem vantar alveg í tillögur nefndana að þá yrði kveðið skýrt á að í þessum lögum með orðinu prestþjónusta þá sé átt við starf, sem sagt raunverulegt starf sem ráðið í og með ákveðin starfsumhverfi. Það ekki að finna í þessu núna.
En mér þykir mjög leitt varðandi 10. greinina að heimildin er tekin út fyrir biskup Íslands að vígja presta og djákna til þjónustu í fríkirkjum sem hafa sama kenningarlegan grunn. Það er bara í tillögunum. Og hvað fer út þá? Það er alveg hugsanlegt, já. En það er allavega, mér fannst vera þá ósamræmið því að þeim var gert kleift að sækja og heimilt að sækja prestöfn Íslands. Þetta þurfum við að hafa þetta í huga. Ég man eftir, ég tók þetta upp hérna, eða setti þetta hérna niður á blað hjá mér vegna þess að í dönsku þjóðkirkjunni er til dæmis bara gert ráð fyrir því að fríkirkjurnar eru bara hluti af þjóðkirkjunni. Sem sagt óstaðbundnir söfnuður, eins og var komið inn í mjög góðan texta að endurskoðun lögum. Varðandi 12. greinina þá er talað agabrotin og þar er svolítið kapp í því að henda út embættisfærslu. En það er mikill munur á því að agabrot starfsmanna þjóðkirkjunnar eða eitthvað er ábótavant varðandi þjónustu þeirra sérstaklega. Sem sagt, embættisfærsla er eitthvað sem er í þjónustunni, til dæmis kirkjubókafærsla eða færsla til bókar, skýrsluskil og þess áttar. Og þarna með því að henda út embættisfærslu sem ég skil kappið, að þá vantar þennan vinkil í agabrótið, taka á því. Það er, svo er eitt sem er dálítið athyglisvert að orðasambandið að biskup Íslands skipi, sem sagt, yfir höfuð, skipi nokkuð, eða skipi til einhverja starfa sem er að senda til starfa, að það er bara tekið út varðandi presta og svo situr það eftir í lögunum og ég skil alveg vel að við erum að fara í lagfæringar til að geta tekið þetta yfir, en þá situr það eftir í lögunum að það er áfram verið að skipa í alla nefndir og ráð og það er skipa til þjónustu, annarra þjónustu og svo er líka prófasturinn, biskup Íslands skipar áfram prófasta. Þetta er svona athyglisvert eða umhugsunarvert ætla ég að segja, að við þurfum að gæta því í þessu kappi að henda út embættinu, að þá þurfum við að halda til haga þessari hugsun með þjónustuna og þessar skipun er að menn eru sendir, að fólk er sendt út til ákveðna þjónustu til að sinna einhverju tilteknu verkefni. Og það er alveg rétt að það er mjög mikill munur á embætti og starfi þegar kemur að því þegar við förum svo að semja kaup og kjör og starfskjör, að þá verður umræðan verður eins og í Noregi, þróunin svo, að það verður aðalega rætt vinnutíma og þá yfirvinnu. En síðan það er talað að gegna þjónustu biskups. Það er í annarri málsgrein ég líklega í 15. grein, að þá það var áður talað að fólk sæti embættin og það hefur aftur áhrif á þetta með nefndarskipan, menn fólk situr í nefndum. Við mættum laga hérna, það eru leifar af gamla sóknaprests ofríkinu, eða hægt að segja svo, eða fyrirferðin í sóknaprestunum, að í 30. grein okkar laga núna er sem sagt talað að væri hægt að veita öðrum prestum heimild til að óska eftir að mál verði tekin á héraðsfundum, tekin fyrir þar, það vantar, það er bara sóknapresta sem mega taka upp mál þar. Og svo kemur í 34. grein okkar laga að þá er verið að henda út vegna embættisins, vegna þess að það er sem sagt markmið með nefndastarfinu, að henda alls þar út embættinu, að þá dettur út prests- og prédikunarembætti og fekk það að halda, og stendur þar prédikunarembætti? Já, ég ætlaði að segja það nefnilega. Heyrðu ljómandi, þá vorum við alveg á sama báti og það er hér áfram ég ætla aðeins að vekja athygli á 35. greininni og það er
draga til ykkar að þenni. Ástæðan fyrir því að það er sérstaklega talið upp þar embættis sóknarprests og presta eru leifar frá þeim tíma að í greininni var sem sagt, annars vegar að ráðherra skipaði sóknarpresta og biskup presta og það mætti einfalda þessa setningu mjög mikið í dag og við þurfum ekki að hafa hana svona flókna eins og að við getum einfaldan og gert hana eðlilegri að með ráðningarsambandinu við biskup. Nú svo eitt það er mjög vandræðalegt eiginlega finnst mér í 38. greininni þegar verið að tala skilyrði til embættis eða til þjónustu að það væri mjög snjallt að hafa áfram þar orðið ég skil alveg þetta kapp með embættið en við gætum haldið inni orðinu að skipa á nokkru stöðum og það felur ekkert í sér einhverja fyrirkvíðanlega embættismennsku sem að mörgum finnst anstíkilega í þessum lögum að vegna þess að það er skipað í nefndir og ráð og það felur ekkert í sig einhver sérstök, það er ekki tilvísun í lögum opinberra starfsmenn þó að standi einhvers staðar að skipa og það getur verið mikill munur á skipun að setningu til prestþjónustu og ég held að við ættum að halda í það. En varðandi prófið frá guðfræði og trúarbragðafræði deild, þar sem sagt einu orði embættisins hent út í viðbót. Er það ekki? Er talað embættispróf þar sem ekki talað lengur í guðfræðideildinni? Já. Já, hverju var verið að dreifa þá í fyrra dag eiginlega? Við erum búin að breyta því. Já. Við erum núna þetta síðar umræða það breytingar sem að komu frá nefndunum. Kom fram í fyrra dag. Þetta er breytingar til sem hefur nefndarálit og breytingar til eftir að nefndirnar er búin að fara yfir þetta heila dag. Já, það er ljómandi alveg. Fyrirgefðu, við erum sammála, við erum samferða á þessari leið og ég er eindreginn stuðningsmaður fyrir þessari breytingu, ekki taka þetta þannig og en það eru nokkur atriði ennþá sem ég ætla að nefna, ég er búinn að átta mig á þessu með lögheimili, það er inni í 42. greininni sem er bara mjög mikilvægt vegna þess að það myndi kalla á, það kallar á mikla umræðu stöðu, viðveruskyldu prestana en það vantar einhvern veginn í staðinn fyrir 5. kafla að það vantar, eða það sem fellur út úr honum, að það vantar einhvern veginn lögfestingu á viðbótarsamkomulaginu og það væri mjög snjallt af okkur að gera það, að setja það inn þar og það vantar þetta launasamband presta og djákna við biskup Íslands og þjóðkirkjuna og gefa þá vísan í starfsreglur en síðan er sem sagt annað sem er dálítið stærra mál og það er auðvitað verið að tryggja réttindi og stöðu þeirra starfsmanna, þeirra þjónandi presta sem eru í embætti og hafa skipun frá ákveðnum tíma en það vantar í raun og veru einhvert ákvæði í hverju þetta launasamband liggur og kjarasamninga og tryggja einhvern veginn vinnuréttarlega stöðu presta eða annars starfsfólks sem að skal þiggja laun og að það byggi á þessari og tengja það við þessa árlegu greiðslu frá ríkinu eins og ég nefndi í byrjun varðandi 3. greinina. Nú það er það er mjög klúðuslegt í sambandi við aukaverkin. Ég veit alveg að menn eru með fóbíu fyrir þeim og ég leyfi mér að leggja til ákveðna hugsun inn í þessa umræðu. Ég er ekki breytingatillögu. Og það er einfallega þannig að við þetta frumvarp að þá er gert ráð fyrir því að lögin frá 31 falli niður. Það vantar sem sagt endurgreiðslan á kostnaði presta við þjónustu sína. Hafði
stoð í þessum lögum frá 31 að því þetta er lögum embættiskostnað. Reyndar stendur ennþá embættiskostnað sóknarpresta. En á því byggja svo þessar starfsreglur sem við eigum endurgreiðslu á embættiskostnað sem heitir núna þá væntanlega greiðslur sem að prestar eiga rétt á eftir stærð prestakalla og svo framvegis sem endurgreiðslur til að tryggja það að við höfum sömu skattalegu meðferð á því. En varðandi aukaverkin þá held ég að við ættum að grípa núna tækifærið og víkka það svolítið út. Og við ættum að hafa hérna inni núna að ég hefði haldið að væri eðlilegast bara að lögin frá 1931 þau myndu falla niður bara 1. apríl á næsta ári. Af því þá verðum við búin á kirkjuþingi að setja starfsreglur sem taka á öllum auka greiðslum. Og ég hefði viljað hafa víðari merkingu hérna inni og segja að kirkjuþing setur starfsreglur hverjar þær greiðslur sem prestar hafa heimild til að þiggja vegna prestþjónustu sinnar. Víkka þetta út og halda því til haga að gjaldskráin er fyrst og fremst eins og ég skil hana á dýpri hátt neytendavernd. Og við erum með dæmi að prestur hefur heimta 100.000 kall fyrir útför ofan á greiðsluna sem hann fær frá kirkjugarði. Og þarna ættum við að setja einhvern veginn þak að kirkjuþing seti starfsreglur hverja þær greiðslur sem prestar hafa heimild til að þiggja vegna prestþjónustu sinnar til viðbótar við umsami mánaðarlaun og samsvarandi starfsreglur fyrir annað starfsfólk á kirkjulegum vettvangi og þetta gæti verið bara mjög mikilvægt atriði að við notuðum núna tækifærið og þá þurfum við ekki að tala bara aukaverk presta heldur allar þessar greiðslur sem neytendavernd. Takk fyrir. Til máls tekur Guðmundur Þór Guðmundsson og síðan Steindór Haraldsson. Já, virðulegi forseti, ég er í framtíðarnefndin eins og kannski áður hefur komið fram. Það kom nú fram margt í yfirgripsmikilli ávarpi vígslubiskups Skálholtsumdæmis sem talaði hér á undan mér. Mér finnst sumt af þessu einhvern veginn hefði kannski mátt koma fram í fyrri umræðu. Þetta er svolítið, þetta er ansið margt og örugglega mjög margt þarft sem bent er á. En ég held að allt það sem rætt er, eða flest allt hafi menn sannarlega rætt í málsmeðferðinni á þeim skamma tíma sem að var til stefnu til að vinna þetta mál. Ég reikna nú með því auðvitað að framsögum að svari fyrir þetta venda. Ég er ekki því hlutverki hér að kannski bregðast við. En það sem að, ef ég má aðeins bregðast við með ágætri ábendingu launasambandið og launagreiðslur að þetta þyrfti eitthvað að huga betur að þessu, þá hafði ég skilið það þannig og tel að aðrir hafi gert það með þeim hætti að kirkjuþingi sannarlega setur starfsreglunum réttar stöðu starfsmanna og því tengt. Þannig að ég skil það svo að sjálfsögðu felist í því full heimild til að skipa þeim málum eins og þingi telur henta prestastéttinni og þjóðkirkjunni best. Ég hafði ætlað mér fyrst og fremst að taka til máls vegna þess að nefndirnar leggja það til að það verði horfið frá því að leggja niður afnema 42. grein þjóðkirkjulaganna. Ég ætlaði bara að hafa nokkur orð um það og er ekkert harður á þeirri skoðuminni að ég er ekki alveg sammála því. Ég tel að úr því að við erum annað bara að takast á hendur ábyrgð á okkar starfsmannamálum þarna þá sé svolítið sérkennilegt að kirkjuþingi sé ekki treyst til þess að setja þetta starfsreglur eins og öðru. Það er bara það. En eins og mér fróðari maður sagði, ég ætla nú ekki að fara að slíta í sundur lögin eða frumvarpi hérna og þar með þá friðin. Svo ég ætla ekki að gera neitt stranga athugasemd við þetta en það væri gott að heyra hvaða rök búa baki því að halda þessu inni þá í lögunum. Ég reikna frekar með því að forseti muni bera upp ákvæðin hvert fyrir sig til atkvæðagreiðslu. Þannig að þegar þetta kæmi til atkvæðagreiðslu, þessi tiltekna breytingum að halda inni 42. greininni, að þá myndu menn greiða væntanlega atkvæði þá með já eða nei, eða handauppréttingu eða sem sagt eins og við á.
örstutt þetta ákvæði. Það nú svo að á þetta hefur reynt í nokkuð mörg skipti að menn hafa sótt eftir heimild til biskups og jafnvel ekki gert það formlega þegar að þeir telja sér nauðsyn á að búa annar staðar en á hinu lögbundna pressetri. Dæmi slíkt eru Hvammstangi, þar býr presturinn í eigin húsnæði út í sveit, Hof í Vopnafirði, þar býr presturinn í þéttbýlinu í þorpinu, Holt í Önundarfirði, þar býr presturinn á Ísafirði, presturinn sem var á Skeggjastöðum bjó í mörg ár á Skeggjastöðum en ekki á Þórshöfn eins og honum var skylt. Það skal þó tekið fram að presturinn gerði kirkjunni mikinn greiða með því vegna þess að það leysti okkur undan þeirri skyldu að reisa nýtt hús á Þórshöfn sem hefði verið kostnaðarsamt og þetta var náttúrulega þarna kemur hrunið inni og fleira og þetta allt sama gert í mínum huga í sæmilegri sátt og samlyndi. Ég veit vel að Þórshafnarbúar voru ekkert ánægðir með þetta en menn létu þetta kyrrt liggja. Ég velti bara fyrir mér, ekki þægilegra að kirkjuþing geti tekið á svona málum frekar en að þetta sé alltaf á borði biskups að taka á því þegar aðstæður eru með þeim hætti að menn telja sig þurfa að búa annar staðar en á hinu lögbundna pressetri. Það var talað aftur að máli þess sem talað undan mér varðandi embættiskostnað presta. Þetta svo sem út af fyrir sjálfur rétt. Ég tel nánast gefið máli eins og ég sagði á hana með réttarstöðu starfsmanna þá ég sé fyrir mér að starfsreglurnar með embættiskostnað bara haldi áfram og menn breyti þeim þá ekki til að breyta neinu nema þá bara tæknilega. Það sé ég fyrir mér. Ég hef ekkert umboð til að lofa því hvað einhverjir kunna leggja til þau efni. Ég tel að þær hafi fullnægjandi lagastoð eftir þessar breytingar og varðandi neytendaverndina, það auðvitað skemmtilegu vingill til að horfa á þetta. Ég hafði svo sem mér hafði nú ekki hugkvæmst að líta á þetta þannig og ég veit að það rétt sem vígslubiskup segir og maður hefur heyrt menn taka ansi hressilega fjárhæðir langt umfram þær fjárhæðir sem að gjaldskráin tilgreinir. Þannig að það auðvitað alveg rétt og enn ítrykkaði það að gjaldskráin hún stendur áfram. Það í ákvæðinu til bráðabirgða að svo gjaldskrá sem ráðherra setti síðast og með þeirri hækkun sem á að koma á hana núna, hún mun gilda til 1. apríl þannig að kirkjuþing fær þann kaleg að setja nýja gjaldskrá. Ég veit ekki alveg hvað ég á að segja núna í lok málsmíns með þessa 40 og aðra grein. Mér auðvitað virðist að vera þannig að það við sé sátt meðal nefndana að leggja þetta til svo ég ætla ekki að gera neitt mál úr þessu og við getum alveg lifa með þessu inn í lögunum í 1-2 ári viðbót, það ekkert stórmál en mér langaði samt að draga þetta fram af því að mér finnst þetta aðeins á skjön við grunnhugsunina í frumvarpinu. Til máls tekur Gísli Jónasson og síðan Steindór Haraldsson. Forseti, ég ætlaði nú svo sem ekki að taka til máls en bara að því nú í framtíðarnefndinni og sérstaklega kannski í ljósi máls vígslubiskupsins hér áðan, þá vil ég bara aðeins árétta það sem að hefur nú kannski verið nefnt hér og það kom nú aðeins fram fyrir í umræðinu líka, hvernig málið ber að. Sko við þurfum að gera okkur grein fyrir því að sérfræðingar dómsmálaráðuneytis þeir mættu hér á öðrum degi þingsins, síðdegis, með þær athugasemdir sem að ráðuneytið hafði og taldi að yrði að breyta fyrir áramót til þess að samkomulagi gæti tekið gildi. Við megum ekki gleyma þessu og það náttúrulega að svara svolítið spurningu þinni Guðbjörg það hversu seint þetta ber að. Við höfðum viljað fá þetta miklu fyrr. Við vorum búin að semja ályktun sem að við töldum vera fullnægjandi en ráðuneyti taldi ekki og þess vegna kom þetta til. Og það svona kannski útskýrir nú svolítið hversu seint þetta kemur og allt það. Hins vegar fannst mér í máli vígslubiskups kom áðan
fram mikill misskilningur einmitt út frá þessu. Við erum bara að gera lágmarksbreytingar til þess að þetta geti gengið snurulaust fyrir sig yfirfærslunum áramótin og annað ekki. Við ræddum í nefndunum fullt af atriðum sem maður mætti breyta í lögunum eins og hann gerði hér. Það er bara ekki tímabært núna. Við erum ekki á þeim stað að við ætlum að fara að leggja fram nýtt þjóðkirkjufrumvarp endurskoðað. Og mér fannst verulegu hluti allavega þeim athugasemdum sem að hann kom fram með, sem að margar eru athygli verðar og allt það, einmitt snúa að því hvernig þetta verður til framtíðar þegar við förum að vinna í þjóðkirkjulögum sem að eiga að gilda í framtíðinni. Við erum bara ekki á þeim stað núna og þess vegna erum við að reyna að leggja til sem bara fæstar breytingar. Það komu fram ýmsar tillögur í umræðinu hvort við getum þá í leiðinni tekið þetta og hitt og það var ákveðið að ýta því öllu til hliðar því að það myndi bara dreifa fókusnum og ekki síst á Alþingi þegar Alþingi á að fara að renna þessi gegn ef við ætlum þá að fara að taka einhverja grundvallarbreytingar á lögunum í stærri þáttum sem að gætu bara tafið feril málsins og sett allt í uppnám. Við verðum að hafa þetta í huga. Svo tökum við þessa umræðu sem að lagt var upp með hér kannski í framhaldinu og að sjálfsögðu þurfum við að skoða alla þessa hluti og reyndar miklu fleiri. En ég vildi bara koma þessu hér að svona til skýringar. Nú varðandi 42. greinina þá svo sem voru nefndirnar ekki alveg samstíga þar í upphafi en þarna við höfum í fjárhagsnefnd ekki gert neina athugasemd við að hún fjalli niður en það voru athugasemdir frá öðrum og þegar var verið að samræma þá bara beygðum við okkur bugtum og segjum við skulum bara hafa þetta eins og í því lágmarki sem að þarna við framast komst af með og þá meðal annars skýri það nú misskilningin varðandi trúarbragðafræði deildin og það allt annað. Við bara fórum ekkit út í það að breyta því og það stendur bara áfram embættispróf frá guðfræði deild og annað vegna þess að þetta verður allt skoðað í heildarendurskoðunni og við erum ekki í henni núna. Og þar stendur þess vegna bara embættispróf frá guðfræði deild eins og staðið hefur. Enda það ekki eins og krakkarnir segja issueið fyrir fulltrúum dómsmálaráðuneytisins. Þeir eru bara að hugsa hreint tæknilega breytingar til þess að þessi breyting á yfirfærslu fjármunana geti átt sér stað. Takk. Til máls tekur Kristján Björnsson í annað sinn og hefur þá til þess 5 mínútur. Forseti, ég ætla nú að byrja á því að byrja stafsökun og hafa ekki lesið nægilega vel það sem var á skjánum hjá mér og ég var að lesa varðandi embættisprófið. Það sem ég ætlaði að leggja til þar var auðvitað smávægileg breyting að það er komið inn með djáknana, það talaði viðeigandi menntun, viðeigandi próf í guðfræði og við skoðum það bara seinna en það er bara sætt að eiga á einu stað orðið embætti þarna í þessum lögum en öðru leyti fagna í því að við erum að skipta yfir í þetta orðfæri með þjónustuna og beinum athyglinni að þjónustunni. Það er góða við þetta. Ég hef ekki gagnrýnt neinn aðila í því að mál séu seint komið fram og það var ekki mínu máli og ég skil það vel og ég var meðvitaður það þegar ég lagði því lið á þinginu í haust að við drifum í þessu þó að tími væri naumur. Mér er algjörlega ljóst, alveg frá upphafi, að þetta yrði dálítið hlaup. En hins vegar er, ég að því að Guðmundur Þór nefnir hérna sérstaklega 42. greinina tillögu varðandi hana að hún, nefndirnar leggja til að hún haldi sér. Það er aðalega seinni liðurinn sem kallar á verulega umræðu. Seinni málsliður þeirra greinar varðandi lögheimilisgilduna. Og það er, ég myndi bara vara við, ég myndi vilja halda þið inni ekki vegna þess að ég sé einhver alveg sérstakur einharður talsmaður það að allir eigi að hafa lögheimili í prestakvöldunum sínum, heldur sem væri náttúrulega bara til að tryggja einhvers konar, væri gaman að hafa einhvers konar hvatningu í framtíðinu það,
En það er aðra til að hérna, svifta ekki menn þeirri umræðu sem að þarf að fara fram í kringu það atriði. Þetta er veiga mikið atriði og þá ekkert fyrir prestana. Þeir eru ábyggilega flesti fegnir að losna við lögheimilisskylduna en það er sóknarböðin. Það er bara mjög mikilvægt. Og ég hérna öðruleyti ætla bara að hvetja ykkur til dáða með þetta og er mjög ánægður með framgangin í þessu og að við skoðum þetta áfram. Ég er náttúrulega þannig gerður að ég hefði gjarnan vilja vera fyrkt í þessu með ykkur eitthvað í aðdragandanum en þessi fljótaskrift er náttúrulega á mér aðalega vegna þess að ég var að setja minni í þetta núna bara í morgun og þá er þetta sem sagt, þetta er mjög mikilvægt en ég árétta þetta við tökum allt varðandi hérna launasambandið, starfskjör og annað vegna þess að við þurfum að búa því laga umhverfi eða reglugerðar umhverfi, starfsreglu umhverfi innan kirkjunar til þess að þetta geti orðið einhver sómi að því fyrir okkur þegar við þurfum að fara að semja við alla starfsstéttir í kirkjunni og hvet ykkur bara til dáða með þetta. Takk fyrir. Til máls tekur Gísli Gunnarsson og svo að lokum Steindór Haraldsson. Forseti, það er bara örstutt. Ég held nú að sá skilningu sé hér komin til skila að við erum að gera algjörlega lágmarksbreytingar sem þarf að gera fyrir áramótin. Síðan förum við að vinna að nýjum lögum. Það er aðeins varðandi það sem Sólveig Lára kom inn á hér áðan, varðandi 10. greinina, að samræma þjónustu allstaðar. Ég held að þarna ætti að standa starf, svo að það komi nú einhver stað fram, þetta er starf sem við sinnum. Prestan búið að taka okkur embættið, doktorstitilinn og hérna, ég helst hefði ég nú viljað að þarna væri bara embætti notað áfram í þessu en ég var nú algjörlega borin ofurlið með það og sagt að lögfræðingarnir vildu það ekki, það væri búið að taka þetta kirkjulega orð frá okkur en við mættum kannski nota þetta í starfsreglunum, það myndi kannski enginn gera athugasemd við það og ég bara minna á það, við skulum nota þetta embættisorð þar sem hægt er en ég held að sé allt í lagið og það sé ekkert svona stangist ekkert á þó að það sé ráðið í starf að það komi fram í einni greininni. Þá tekur framsögumaður til máls Steindór Runeberg Haraldsson. Forseti, ég þakka góðar umræður og ég hafði punktað ýmislegt niður hjá mér í varðandi fyrstu ræðu vígslubiskupsins Skálholti. Ég ætla nú að segja Gísli og svara því og svo sá hann og ljósið blessaður. Þannig að þetta er svolítið ruglingslegt sko þegar að vera að strika yfir, ég viðurkenni það og ég reyndi að skýra það út sko hvernig þetta var alls saman en kannski gerði það ekki nóga vel. Ég ætla að minna hérna á eitt sem kom fram, það er hvort að þetta lögfesta að koma samningin sem við viðbótarsamningin gerðum í lög. Ef við lesum 3. grein núverandi þjóðkirkjulaga sem landslög, þá er samningur á milli ríkis og kirkju lögfestur þar. Og það þarf ekkert að lögfesta samningin aftur. Þetta er viðbót við þann samning sem fyrir er og hann er lögfestur. Hann er lögfestur þar í 3. grein þjóðkirkjulagana sem eru í gildi. Nú eins og fram hefur komið og komið fram hjá Gíslunum báðum að þarna er verið að gera allra minnsta til þess að uppfylla þessi skilyrði sem við þurfum til þess að yfirfærslan getur farið fram og það er alveg rétt. Við vorum að ræða það í öllum nefndum held ég að smygla einhverju með
en tollarar tóku eftir því og það var hætt við það. Og hvað varðar lögin frá 31 aukaverkin þá var talið nauðsynlegt að þau féllu bara í burtu vegna þess að aukaverk og allt það sem það er sko kemur á bara, verður bara í höndum kirkjunar eða kirkjuþings að setja reglur þar og það var ekki talið annað hægt en að þau féllu bara út og eins með 5. kaflan. Að við höfðum bara ekki tækifæri tíma né aðstæðu til þess að fara í meiri endurskoðun en þetta og ég er alveg klár á því að endurskoðun á, eins og við komum áðan á þjóðkirkjulögunum heild sinni, hún er framundan og það er framundan setning starfsreglna, mikil vinna og ljóst mál að það er mikið verk sem við færumst í hendur þegar þessi breyting verður núna áramótin. Ég þakka enn og aftur fyrir þessar umræður og legg þetta fyrir forseta þingsins. Þá er síðari umræðu lokið 38. mál og við tökum til við breytingatillögurnar og ég mun bera upp hverja grein fyrir sig. Þeir sem geta samþykkt 1. grein, þar önnur málsgrein 3. grein laganna fellur brott. Það er ágætt að hafa uppi lögin öðrum megin, ef að það væri hægt. Þannig að menn sjáu hvað þið verða fell út. Þeir sem geta samþykkt þetta, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Fyrir tekin 2. grein, eftirfarandi breytingar verða í 7. grein lagana. A. Í stað orðsins biskupsembætti kemur biskupsþjónusta. B. Í stað orðsins prestsembætti kemur prestsþjónusta. Þeir sem geta samþykkt þessa breytingu, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. 3. grein, í stað orðsins prestsembætti í 3. málsgrein 10. greina lagana kemur prestsþjónusta. Þeir sem geta samþykkt þetta, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. 4. grein, í stað orðsins embættisfærslu í 3. málsgrein 12. grein lagana kemur starf. Þeir sem geta samþykkt þessa breytingu, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Í 5. grein, eftirfarandi breytingar verða á 15. grein lagana. A. Í stað orðana gegna embætti sínu 1. málslið 1. málsgreinar kemur gegna biskupsþjónustu sinni og B. Í 2. málsgrein orða svo, nú fellur biskup Íslands frá og lætur að biskupsþjónustu sinni og skal þá sá vígslubiskup sem eldri er að biskupsvígslu gegna þjónustu hans uns biskupskjör hefur farið fram og nýr biskup Íslands hefur tekið við. Þeir sem geta samþykkt þetta, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Ný 7. grein, orðið embætta í 2. málsgrein 23. grein lagana fellur brott. Þeir sem geta samþykkt þetta, gjör svo vel ekki að merki. Ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir 7. grein. Í stað orðsins skipa í 1. málslið 1. málsgreinar 35. grein lagana kemur ráða. Þeir sem geta samþykkt þetta, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. 8. grein, í 2. málslið 37. greinar lagana fellur brott. Sem geta samþykkt það, gjör svo vel ekki að merki. Ykkur á móti, samþykkt samhljóða. 9. grein, í stað orðana skipar í embætti í 37. grein lagana kemur ræður í starf sem og í önnur prestur. Þeir sem geta samþykkt þetta, gjör svo vel ekki að merki. Ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. 10. grein lagana, eftirfarandi breytingar verði 38. grein lagana. A. Í stað orðana skipunar eða setningar í prestsembætti í 1. málslið 1. málsgreinar kemur tímabundnar ráðningar eða ótímabundnar ráðningar
þá kom þarna tillaga að yrði breytt í til preststarfs. Já, í preststarf, en það kom aðeins ábending. Ég bara legg til að það verði bara íslensku lesið yfir. En menn geta samþykkt það ef að það er betri, hvort er betra? Nei, í preststarf. Nei, það er ekki tillaga um breytingu á þessu, þannig að þá er það eins og þetta liggur fyrir í preststarf, þessi geta samþykkt það, gjör svo vel ekki að merki, takk fyrir einhverja móti að samþykkt samhljóða. Í B-lið í stað talnanna orðanna í 7. grein laga nr. 70 frá 1996 réttinda og skyldu starfsmanna ríkisins í 3. málsgrein kemur með starfsreglum kirkjuþings kunna að mæla fyrir Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel ekki að merki einhverja móti það samþykkt samhljóða. 11. grein í stað orðana embættið með 4 vikna umsóknarfresti til hið skemmsta í 1. málsgrein 39. grein lagana kemur starfið. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel ekki að merki takk fyrir einhverja móti samþykkt samhljóða. 12. grein 40., 41. og 40. Nei, 40. og 41. grein lagana fellur á brott. Þessi geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki einhverja móti það samþykkt samhljóða. Ný 13. grein eftirfarandi breytingar verða í 42. grein lagana. Í stað orðana hloti skipun eða í fyrra málsli 1. málsgreinar kemur hefur verið ráðinn. Og B í stað orðsins embættinu í síðari málsli 1. málsgreinar kemur prestþjónustu. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel ekki að merki einhverja móti það samþykkt samhljóða. Þá kemur að 14. grein eftirfarandi breytingar verða í 59. grein lagana. A í 1. málsgrein orða svo starfsfólk þjóðkirkjunar fer eftir starfsreglum starfshætti hennar kirkjuþing setur og hafa að geyma nánari fyrirmæli stjórnun og starfshætti kirkjunar á grundvelli laga þessarar. Í reglum þessum skal meðal annars kveðið á réttarstöðu og hlutverk starfsfólks þjóðkirkjunar eftir því sem við getur átt. B við aðra málsgrein bætist nýr málsliður sem orðar svo kirkjuþing setur gjaldskrá þjónustu kirkjunar þar með tali vegna prestþjónustu. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel ekki að merki takk fyrir einhverja móti það samþykkt samhljóða. 15. grein 5. kafli lagana fellur á brott. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel ekki að merki takk fyrir einhverja móti það samþykkt samhljóða. 16. grein lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2020. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki takk fyrir einhverja móti það samþykkt samhljóða. En aðeins bara 17. greinin, það bara við gildistöku laga þessara falla eftirfarandi lög úr gildi. 1. lög laun sóknarpresta nr. 46 frá 1907 með síðari breytingum. 2. lög embættiskostnað sóknarpresta og aukaverk þeirra nr. 36 frá 1931 með síðari breytingu. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel ekki að merki takk fyrir einhverja móti það samþykkt samhljóða. Og þá kemur bara ég held ég þurfi ekki að bera upp ákvæði til bráðabirgða. Þá grein, það kemur breyting þar, rétt. Þá er það ákvæði til bráðabirgða, ákvæði laga réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70 frá 1996 með síðari breytingu skuli eins og við getur átt gilda það starfsfólk þjóðkirkjuna sem tilgreindir voru í 1. málsgrein 61. grein lagana og sem voru í starfi 1. janúar 2020 til 1. apríl 2020. Gjaldskrá sem sett var með heimild í 3. grein laga embættiskostnað sóknarpresta og aukaverk þeirra nr. 36 frá 1931 og birt var í B-deild stjórnartíðinda greiðslur fyrir aukaverk presta þjóðkirkjunar nr. 729 frá 2014 með síðari breytingum skal halda gildi sínu til 1. apríl 2020. Það starfsfólk þjóðkirkjunar sem var skipað í embætti skilningi laga réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70 frá 1996 með síðari breytingum við gildistöku laga þessara heldur skipun sinni og starfskjörum út skipunartíma sinn. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo ekki að merki takk fyrir einhverja móti það samþykkt samhljóða.
Þá eru breytingatillögurnar allar samþykktar og þá legg ég málið til atkvæðagreiðslu í heild. Það er 38. mál. Þeir sem geta samþykkt það með áorðnu breytingum, samþykkt málið í heild með áorðnu breytingum, gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir, er eitthvað á móti, það er samþykkt samhljóða. Þá hafði ég hugsað mér að við myndum gera matarhlé. Það eru reynda 3 mál eftir, viljið þið að við klárum þetta bara? Sko, í raunin er bara léttur matur og klukkan er 12. Hérna frammi, við förum ekki út úr húsi, en ég legg til að við gerum matarhlé og höfum það bara stutt. Hlé verður gert á fundinum, fólk þarf að fara á klósett.
Fundi er framhaldið og fyrir tekið 39. mál á þingskjali 49, það síðar umræða, það nefndarálit við tillögu til þingsályktunar breytingu á fasteignastefnu þjóðkirkjunnar. Flutt af löggjafarnefnd og framsögumaður er Axel Árnason Njarðvík og tekur hann út til máls. Forseti, ég lesi nefndarálit löggjafarnefndar við tillögu til þingsályktunar breytingu fasteignastefnu þjóðkirkjunnar. Nefndin hefur fjallað málið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt og undir þetta ritar öll löggjafarnefndin, en til þess að ítrekka þá snýst þetta mál það að það er eignir kirkjumálasjóð sem á að leigja verði auglýstar eins og fasteignir sem á að selja. Takk. Orðið er gefið laust 39. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er þá síðari umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt 39. mál, gjör svo vel að gefa merki, takk fyrir, einhver á móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 40. mál á þingskjali 53 til síðari umræðu, það er nefndarálit við tillögu til þingsályktunar tónlistarstefnu þjóðkirkjunnar frá allsherjarnefnd, framsögumaður er Guðlaugur Óskarsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunar tónlistarstefnu þjóðkirkjunnar. Nefndin hefur fjallað málið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt. Og undir þetta skrifar allsherjarnefndin og ég treysti mér ekki að tefja tímann til kaffis. Þannig að ég læt lokið máli mínu. Orðið er gefið laust. Það hefur engin ósk eftir að taka til máls og þá er síðari umræðu lokið á 40. mál og ber ég það því upp til samþykta. Þeir sem samþykja það, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhver á móti, það samþykkt samhljóða. Nú verður þessi fundi slitið og nýr fundur boðaður núna leið. Og fyrir er tekið tillaga biskupafundar fulltrúa í matsnefnd hæfni til prestsembættis. Kirkjuþing tilnefnir 2 fulltrúa og 2 til vara til 1 árs. Samanber 5. grein starfsreglna val og veitingu prestsembætta frá númer 144 frá 2016 með síðari breytingum. Aðalmenn, Ragnhildur Benediktsdóttir lögfræðingur og Jóhannes Pálmason lögfræðingur, varamenn Anna Mjöll Karlsdóttir lögfræðingur og Björn Jóhannesson hæstaréttarlögmaður. Það búið að afgreiða málið. Þetta er bara tilkynning. Þetta er tilkynning frá forseta, þetta er nýr fundur. 7. fundur og þetta er bara, kosningar og kirkjuþingi, það þarf ekki að bera til. Þetta er bara tilkynning. Er einhverja aðra tillögur? Er einhverja aðra tillögur fólk í matsnefnd? Svo er ekki, þannig að þessi tillaga skoðast samþykkt. Aðeins að hingra við, þetta er að vita hvort að biskup kemur ekki inn því að nú erum við alveg að ljúka. Ég var búin að afgreiða það.
Nei. Sástu biskup? Þannig við hingrum, ég geri bara þá hlé á þessum fundi og ekki að taka upp á meðan.
7. fundi er þá framhaldið og ég ætla að byrja á því að beina því til kirkjuráðs. Ég ætla að beina því til kirkjuráðsmanna að þeir hugja því að það þarf að gæta þess að það fáist fjármagn til nefnda vegna mikilla og umfangsmikilla starfa sem að þeir þurfa að fara í núna milli fram til framhaldsþings. Að það er búið að vísa mjög mörgu til nefnda og það þarf að gæta þess að það séu til fjármunir í það, þannig að forseti óskar eftir því að það verði tekið til greina. Ég vil að lokum bara þakka þingmönnum fyrir góða þingsetu og skemmtilega fundi, góð skoðanaskipti og það hefur verið haldnar hér margar ræður. Ég held að salurinn haldi svolítið vel utanum okkur hér og það sé gott að vera hér á Biskupsstofu. Ég vil þakka starfsmönnum fyrir alveg einstaka lipurð og þeirra ómetanlega vinnu við okkur þingmenn og bara þakka öllu starfsliðinu hér og bið þá sem eru ekki hér að þið skili þakklæti til þeirra. Til framhaldsfundar kirkjuþings verður boðað með dagskrá en við biskup höfum fundið okkur dagskrá í kringum 20. mars. Þannig að þið setjið það inn í ykkar dagatal en dagskrá verður send út. Að lokum óska ég þingmennu góðrar heimferðar og enn og aftur þakka fyrir gott samstarf og lipurð í öllum störfum. Megið þið öll fara heim heil og koma heil aftur til þings. Þessu fundi er þá frestað til mars. Drottinn Guð minn